Það sígur á seinni hlutan hjá okkur. Það komið að síðasta viðmælda kvöldsins og við erum búin að vera svolítið í svona, hvað maður segja, sögugýrnum í kvöld og það eru tímamót hjá þessum manni meðal annars og ég þarf ekki að kynna hann, gera það samt. Það er sjálfsög kurteisi. Þetta er hann Örn Elías Guðmundsson en við náttúrulega þekkjum hann sem Múkisson. Heill og sæll. Sæll og blessaður. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Velkomin í föstudagsþáttinn til okkar. Takk kella. Heiður að fá að koma hérna til ykkar. Það segir mér lokað allt hérna. Já, akkurat. Það er heiður að koma hérna. Akkurat. Þú vilt ekki bara leggjast í sófann og segja mér frá? Jú, það væri náttúrulega eðlilegast einhvern veginn að opna sig hérna. Man er komin í bæinn og slaka á í sófanum hjá þér. Og hafa það huggulegt. Já, hafa það huggulegt. Já. Við ætlum að hafa það huggulegt en þú ert náttúrulega komin norður hingað á Akureyri svona í náttúrulega einum eðlilegum eðrandi gjörðum. Þú ert komin til að spila. Já. Þú ert eftir á Græna. Já. Við erum sem sagt núna í föstudagskvöldið og eftir smástund og svo á morgun, laugardag, með kammerhljómsveitinni Káta. Já. Það var þannig að það voru 3 konur sem hringdu í mig fyrir ábyggilega 1,5 ára síðan og spurðu hvort að þau mættu sækja listamannalaun til þess að útsetja Haglél og flytja með mér á 10 ára afmælinu. Já. Og ég hafði ekki einu sinni hugsað út í að þessi plata væri að vera 10 ára. Pældi því? Og auðvitað jankaði því og þær fengu, ég var svo heppinn að þær fengu listamannalaun til þess að gera þetta. Já. Og svo er bara komið að þessu. Og mér fannst einmitt, ef maður hugsar svona tilbaka, þá finnst mér að sjá þetta best á strákunum mínum. Þeir voru 5 og 6 ára, nú eru 15 og 16. Annars finnst mér, þú veist, ef maður hugsa 10 ár, það er einhvern veginn, það var í gær. Nema þegar maður horfir á þá einhvern veginn, já, allt þetta vesen. Já, og náttúrulega með lífræna mælistyrku bara sem þú getur, þú veist, bara miða við. Já. 15 og 16 ára. Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt skemmtilegt líka að fara, ég fór í Photos, þú veist, í símanum og skrollaði niður í 2011 til að reyna að finna eitthvað, veist, hvernig feelingur var á þessum tíma. Það er svo gaman að rifja upp svona, ég á 2 strákar sem sagt. Já. Það er svo gaman að vera pabbi einhvern veginn. Allt er svona ruglað og skemmtilegt. Já, ég á einmitt ég er svo mikill leitblúmur Já. Mínar dætur eru á svipum aldri og þegar þú gefur út Haglél, það eru 4 og 7 Já. Þannig að stingum af er alveg relevant fyrir mig núna og þarna að fara út í laut og allt þetta Einmitt. Já, nákvæmlega. En þínir drengir, nú þegar þú ert 16 ára þá fórst þú í skóla eitthvert er það ekki, komst þú ekki norður? Þegar ég fór í 10. bekkinn á Laugum Þú varst í 10. bekkinn á Laugum? og 1. árið. En það var alltaf hægt að telja 1. árið með, ég tók svo fáar einingar að það væri ósanngjarnt gagnvart skólakerfinu að telja eitthvað með sem heilt ár. Ég skil. Þú varst meira svona bara í sumarfríi eða vetrarfríi? Það var þarna hús sem heitir Þróttó. Já. Ég var þar svolítið að læra að reykja og spila á gítar með strákunum. Ó, lærði maður að reykja í Þróttó? Þetta var nú óttalegt rugl það var svo mikið af íþróttafólki og maður verið að taka afstöðu í lífinu. Já, skil. Maður verið að búa sig til. Þannig að ég fór í þennan hóp Já. Það þarf líka að skapa viss mótvægi Það þarf að vera mótvægi. Þarna voru 100 hressir krakkar og svo vorum við 10 sem vorum bara í þunglyndinu. Tókum það að okkur. Ég tengi fullkomlega. Það er bara fyndið það síðasta árið mitt á Laugum. Það var einmitt akkurat þarna. Jó, ég tók svona, þú veist, ég ætla að fara að gera annað þannig að ég tók bara svona 1 aukaár til að taka nokkra einingar sem svo gagnast mér ekki neitt. Skipti engu máli en ég notaði veturinn gagnast í þessu lífi? Já, nákvæmlega. Þú veist, þá fór ég var á kafi í félagslífinu og syngja og leika og svona. Miklu skemmtilega. Já, ég meina, hvar er ég í dag? Er ég jarðfræðingur? Þú ert að syngja og skemmta allan dag. Annars sérðu. En 10 ára Haglél, þessi plata, hvað var hún lengi verið til? Ok, við erum sögunni svolítið en þetta er bara svo geggjuð plata. Takk fyrir það. Þú veist, kletturinn, þú veist, kölluðu með klett, það er Gúan á stelpan. Þú veist, þetta eru lög þarna, þú veist, það eru fleiri lög, hálf platan sem bara lifa með okkur í 10 ár. Já, það er ótrúlega heppilegt. Þetta átti að vera hliðarprojekt að henda í íslenska plötu
Fram að því var ég búinn að gera 3 plötur á ensku og hafði samið eitthvað af þessum lögum fyrir, hérna, á þessum tíma sem ég var að gera enska efnið. En einmitt strákarnir mín á þessum aldri, við svona, ég hendi í hérna núna eina litla svona íslenska. Get ég tekið 1-2 ár hérna heima, þú veist kannski, tekið 2 hringi og reynt að selja þetta drasl. Ég hendi í eina íslenska? Já, ég var alveg nokkra mánuði að þessu, sko. Ok. Og ég var ábyggilega ár að gera þessa plötu, og alveg hrikalega skemmtileg tími. Og túraði ekkert í útlöndum og fekk að vera heima. Tók 1 hring með Björka Gísla á þessum tíma og voru að prófa nokkur lög. Ha, í alvöru? Já, komum við hérna á Græna og Siglufjörð og fórum út allt, 3 helgar. Það var eitthvað skemmtilegt sem ég gert. Ég ætla að segja að það hlýtur að hafa verið stórbrotin upplifun. Það var bara... Hann svo ótrúlegur. Hann svo geggjaður. Hann ævintýrahetja, sko. Já, það hefur ekki verið töluvillsan þar. Nei. En sko hérna, þú segist henda í þessa plötu. Ertu að henda í plötu núna? Ég langt komið með aðra íslenska. Ég gerði þessa eina á ensku hérna 2016. Já. Og svo ég búinn að semja eiginlega plötuna. Ég svona á eftir að taka hana almennilega upp. Ég bara búinn að taka upp úr svona grunna sem ég glamra allt sjálfur, svo það maður að fara til Reykjavík og kaupa sér alvöru hljóðfæraleikara. Ætlarðu þá að nota til fólki sem er meira að minna með þér á sviði, oft á tíðum með tónleikum? Já, það er nú á öllum plötunum mínum, þá leyfi ég mig bara það sem lögin kalla á. Já, auðvitað. Mér finnst einn maður sem spilar kannski mest undanfarir 15 ára eða eitthvað, Davíð Þór Jónsson, píanóleikari. Hann held ég nærði öllum lögum, en svo svo gaman við stundum lög einhvern veginn kalla á að maður kíki í kaffi eitthvað. Og eins og tæknin síðan ég byrjaði í þessu, þetta alltaf bara á laptop. Megnið af þessu ekki tekið upp í stúdíó á öllum mínum plötum, en það oft bara í svona kaffihitting heima í okkur. Dásamlegt. En sko, nú ertu, ég get alveg játa það hér núna, þú ert einn af mínum uppáhaldstónlistarmönnum. Það bara algjörlega þannig og þú veist, mín upplifun af þér á tónleikum, þú veist, ég vil nefnilega helst, ég vil sjá þig á tónleikum þess að þú ert svo mikið náttúruafl, þú veist, það bara gís úr þér orkan og þú hlýtur að fá rosalega mikið út úr því að koma fram. Já, það alveg satt. Ég fæ alveg ógeðslega mikið út úr því að spila fyrir fólk sem að hlusta og langar að heyra þessa músík. Mér finnst það alveg geggjað. Time's up. Time's up? En ég segi sko, mér finnst oft aldrei fyndið, ég hendi því inn, sem klippið það bara út, að stundum þegar ég á leiðin að fara að spila á tónleika, segjum hálftíma áður en ég mæti á staðinn, þá hugsa ég, akkur í anskotum, það eru svo stressaðar, yfirleitt komið með niðurgang. Eftir 20 ár hugsa sér, þá er þetta ennþá vesen. Það er ótrúlegt. Þessi síðasti hálftími áður en maður kemur á staðinn, einhver frændi mín átti að vera svo fullur og leiðilegur að öskra á mig þetta verður allt til helvítis og ég átti að gleyma öllu og djöfull, akkur ég hætti að taka þessa tónleika bara því þetta að gerast nú svo ætti ég bara að hætti þessu. Og svo mætir maður, svo gaman og svo maður lappar aftur heim eða hvað sem maður gistir. Það er svo, akkur ég gerir þetta ekki alla daga, allt árið kring þetta svo geggjað. Þetta ótrúlega skitsó. Það bara, þú veist, maður kvíðir svo, svo er þetta svo ógeðslega skemmtilegt og maður bara, maður hulk. Svo bara fær maður aftur. Og sérstaklega hérna á Græna, það ángríns og það lúkkar náttúrulega alltaf eins og maður segir sleikja Akureyringa og nærsveitir upp einhvern veginn. Þetta einstakur staður sem þið gerir ykkur örugglega ekki grein fyrir á landinu. Sko hann það. Þetta geggjaður heimaður. Það þannig. Ertu góður út af að spila eftir? Þú ert ekkert farin að þú ert allavega ekki hlaupin og setti? Nei, núna seinni tíð þetta svona hálftíma áður en ég legg af stað. Þannig að yfirleitt upp á hóteli eða á veitingastað eitthvað staðar og finn ég að klósettið kallar. Ég skil þig. Má bjóða þér að róa taugarnar bara örlítið kannski bara með því að grípa í gítarinn fyrir okkur? Já, ég var eins og til í að taka eitt lag, eitt sem ég ekki flutti áður og fer vonandi á næstu plötu. Sko
það er til í ein útgáfa þessu lagi, en það hefur eiginlega, hún hefur týnst eitthvað staðar. Þannig ég breytti því, það skiptir engu máli. Allavega, nýtt lag. Svo ykkur sé að fylgjast með. Það heitir Hugsa til þín. Í þér fann ég ró og brotsjó, varst litróið allt, bæði heitt og kalt. Þegar göldrum gastu bæ, allt súrt og sætt. Já, huggun að elska þig, svo dýrmætt, já dýrmætt. Að hugsa til þín, það gerir mér gott. Ég finn styrk í því, þó þú sér farin á brott. Sóló þarna sko. Ég skil. Í þér fann ég mig og sýrustig, gróf fram í köll, hlátrasköll. Þú skilur eftir sár og fullt á, en huggun hafa átt með þér nokkur ár, nokkur ár. Að hugsa til þín, það gerir mér gott. Ég finn styrk í því, þó þú sért farin á brott. Að hugsa til þín, það gerir mér gott. Ég finn styrk í því, þó þú sért farin á brott. Sirkatabát. Dásamlegt. Nú með að jólin koma fyrir mér. Ástar þakkir fyrir komuna, kæri. Það er miklu frekar. Æðislega gaman að koma til þín. Gott að vera komin á þig. Kæru vinir, föstudagsþátturinn kveður. Við sjáumst að viku í liðinni. Þangað til, hugsiðu vel til hvers annars, það gerur okkur öllum gott. Verið góð, verið sæl.